Matís er öflugt þekkingafyrirtæki sem sinnir fjölbreyttu rannsókna, þjónustu og nýsköpunarstarfi í matvæla- og líftækniiðnaði. Fyrirtæki rekur starfsstöðvar út allt land en höfuðstöðvar þess í Reykjavík. Matarsmiðja er í stuttu máli húsnæði eða aðstaða sem hefur tæki og tól til að framleiða matvæli og á auðveldan hátt að fá starfsleyfi fyrir þá framleiðslu sem þarf að fara fram, hvort sem er litlu mæli eða meðalstórum. Matarsmiðjan í Reykjavík hefur þá sérstöðu að geta bæði verið með kjöt og fisk, við erum með kælda aðstöðu sem hægt að vinna í, við erum með kæla frista, ræðfrista. Við erum rauninni með allt sem að matvælaiðnaður þarf á að halda. En þetta húsnæði er tiltölulega lítið, þannig að þetta er ekki stóra framleiðslu einingar í hvert sinn. En mjög vel til þess fallið að stunda vöruþróun og smáframleiðslu. Hingað kemur fólk með hugmynd fyrst. Hugmynd að vöru sem eru búin að hugsa lengi, jafn er búin að þróa heim í eldhúsi og prófa á vinum og kunningjum. Þegar það kemur að næsta stig, að það er að þá að kanna hvað þarf ég til þess að geta framleitt og selt þessa vöru. Og þá er gott að byrja hérna að setjast niður með sérfræðingum í því og þá förum við þetta ferli hvað þarf til þess að vara getur farið á markað og í sölu. Þegar allir þessu pakki er búin og komið að því að kannski að fara að pröfukera, þá köllum við til viðkomandi heilbrigðiseftirlit. Það þarf að hanna umbúðir, það þarf að finna út næringargildi vörunar. Þetta tekur alltaf örlítinn tíma og svo kemur að stóra deginum að það er hægt að byrja að framleiða og selja vöruna. Skinnmat er mat á eiginleikum matvæla. Það er sem við notum skinnfærin okkar, lyktarskinn, bragðskinn, sjónskinn og snertiskinn til þess að meta þætti eins og útlit, lykt, bragð og áferð. Og þaðan kemur orðið skinnmat. Á Matís er starfræktur skinnmatshópur sem samanstendur af nokkrum einstaklingum, 15 til 16 manns, sem eru sérstaklega þjálfaðir í skinnmati. Þeir sem eru að þróa vöru, að þeir verða of tengdir vörunni og sjá til dæmis ekki hvort að varan hefur einhverja galla. Og þá getur verið mjög gott að fá óháða aðila eins og Matís til þess að meta vöruna og skera úr hvort að varan sé hæf á markað og spara fyrirtækjum þar með heilmikinn kostnað sem felst í því að setja vöru á markað sem ekki á heima þar. Þetta svið heitir mælingar og miðlun og orðið mælingar stendur fyrir það eru þjónustumælingar sem við höfum hjá Matís, bæði hvað varðar efnamælingar og örvörumælingar. En miðlun stendur fyrir þá ráðgjöf sem við veitum sem að tengist mest gæðamálum og öryggismálum. Tilgangurinn með okkar mælingum er að tryggja matvælaöryggi í landinu. Við fylgjum alþjóðlegum gæðastöðlum og gæðakerfið okkar byggir á eiginlega því sem er kallað biblía gæðakerfa ISO 17025. Við erum fyrst og fremst með náttúrulega þjónustu við matvælaeftirlit og heilbrigðiseftirlit, en líka náttúrulega fjöldan allan af matvælaframleiðslu fyrirtækjum, lyfjaiðnaði og snyrtivöruiðnaði. Faggildingin er gæðastimpill. Segir að hér hjá Matís sé í fyrsta lagi húsnæði sem hentar undir starfsemina. Við höfum þann tækjabúnað sem þarf. Við höfum réttu aðferðirnar, oftast viðurkenndar aðferðir sem eru gildaðar erlendis og við höfum síðast en ekki síst á að skipa hæfu starfsfólki sem að fær alla þá menntun og endurmenntun sem það þarf til að sinna starfseminni. Við erum, má segja, á margan hátt ráðgefandi við hinn ýmsu rannsóknarsvið Matís hvað varðar mælingar og veitum þeim þjónustu eins og öðrum viðskiptamönnum. Og við erum líka þáttakendur í ýmsum atriðum varðandi skipulagningu rannsóknarverkefna og þá sérstaklega hvað varðar sýnatökuna og mælingarna sem þarf að framkvæma við rannsóknirnar. Við fáum mikið af fyrirspurnum hingað inn, það er nú stundum bara beint til okkar en líka í sambandi við það niðurstöðu sem liggja fyrir frá okkar mælingum. Þetta geta verið alls konar upplýsingar sem við veitum varðandi til dæmis ástand á neysluvatni og svo erum við einnig með svona ýmsa ráðgjöf, mikið í umræðinu núna á undanförnum misserum, það hafa verið mygluvandamál í húsum og þar hefur við einmitt boðið upp á þjónustu bæði við að mæla og túlka niðurstöður.
Hlutverk Matís er að stuðla að aukinni verðmætasköpun í matvæla- og líftækniiðnaði, bættu matvælaöryggi og bættri lýðheilsu.